Leifur Guðjónsson, Grindvíkingur og hvað, þú ert með ákveðið hlutverk hjá þetta meistaraflokki karla. Þetta er einn af hvað, liðsstjórunum? Ég er einn af 4 liðsstjórum hjá liðinu. Já. Og í hverju er starfið þitt svona mest fólkið? Það er bara að gera búningana klára og allt sem tilheyrir því og bara vera einn af þeim bara. Og vera dálítið peppari á bekknum eða ekki. Þú hefur nú alltaf haft mikið passion fyrir þessu. Maður svona heyrir þegar maður mætur á leiki og í stúkunni, maður heyrir alveg í þér af og til og þú hefur fullt leyfi til þess að peppa þér menn áfram eða ekki? Jó, eitthvað svona kannski á svona vissu sviðum, bara maður kalla bara þeirra kannski á við. Já. En maður er ekkert bara öskrandi alla leiki, maður er bara svona að reyna að vera stuðningu við strákana. En með gengi liðsinslega, nú byrjuðu þið, það voru mikla væntingar, flott sæning með Óskar Hauks og þetta á pappir leit mjög vel út fyrir tímabil og byrjunin var mjög góð, en það verður dálítið hallandi að fæti á undanförnu. Ertu búin að finna skýringun á því? Nei, ef svo væri þá væri ég búinn að snúa gengi liðsins við, en þetta er bara, við erum í smá brekku núna, en við komum tilbaka. Já, það getur náttúrulega ekki verið tilviljun að þetta svona fer að síga á ógæfu hliðinu leið og Óskar meiðist. Það munar náttúrulega mikið leikmann eins og Óskar, væntanlega. Já, ég meina mikið Óskar og svo er Dagur Austmann líka búinn að vera meiddur. Já. Það er svona stóri póstar í liðinu. En ég hef engar áhyggjur af því. Við snúum þessu við í næsta leik og tökum gott raun á þetta sem svona þegar að vera að líða á. Já. Og auðvitað er nóg eftir á mótun og þess vegna alveg hægt að blanda sér í baráttunum að vinna deildina. Nú er þetta skemmtilegt fyrirkomulag að nú er eitt lið sem fyrir beint upp en liðin í öðru til 5. sæti fara í svona playoffs eins og tíðkast í Englandi. Hvernig líst þér á það fyrirkomulag? Mér líst mjög vel á það. Þú lendir ekki eina, 2 efstu sætunum, þá sem þú lendir í öðru. Þá er maður kannski fúll að þetta væri svoleiðis, en ef þú ert í 3., 4. eða 5. þá. En þetta held ég samt eftir að bara gera deildina enn skemmtilegri. Já, og eins og ég segi, menn að Grindavík á fulla möguleika á því að ef við liðið kemst í ganga keppum 1. sæti, en auðvitað það náttúrulega koma lestina af stað fyrst og eftir það er alveg góð möguleika á að lendi allavega í öðru til 5. sæti og þá er bara playoffs, er það ekki? Klárlega. Við erum alveg með lið sem hefur getu til að fara alla leið. Ég er alveg 100% á því. Þetta er frábær hópur og frábæri þjálfarar og bara umgjörðin upp á 10 finnst mér. Já, ekki nóg með það og svo ég ætla líka að spyrja þess út í það. Svo er náttúrulega liðin með, eina ef ekki flottustu stuðningsmannasveit sem hefur bara sést á Íslandi í mörg undanfarin ár og þú átt nú son þar. Hefur ekki verið ánægður með þeirra framgang í sumar? Bara virkilega. Þetta er klárlega langbesta stuðningsmannasveit sem er á landinu í dag. Þetta var rosalega gaman fyrir mörgum árum þegar ég og þú til dæmis vorum í Steiniskalda. Og þá voru fleiri klúbbar jafn öflugir eins og F-fáingarnir og K-ringarnir og svona. Svo datt þetta niður í allt og mörg ár. Já. En sem betur fyrir eru þeir komnir og vilja taka við keflinu og eru bara hreint og beint frábærir. Þeir gera þetta miklu skemmtilega. Já, það er rosalega gaman að væta í stúkun og það er bara söngur í raun allan tíman og mér er svo gaman líka því að það gengið hefur náttúrulega dala. Það er auðvelt að vera stuðningsmaður og þegar allt gengur vel, en þegar vindurinn er á móti og þá kannski oft vill stuðningurinn detta niður, en þeir bara eru hvergi baki dottnir. Nei, þetta eru bara alvöru gaurar, alvöru stuðningsmenn. Við bara erum í sama liði, þótt að blæsa á móti, þá bara þjappum okkur ennþá betur saman. Já, og þú veist, það hefur bara verið, finnst manni jákvætt tal þá í allt sumar, en það hefur verið eitthvað eitt dæmi þar sem að þetta eru ungir strákar, þeir eru að þroskast og annað og
einhver svona umræðum að þeir hafi eitthvað farið yfir strikið eftir með einhver svona skilaboð til þeirra sem að vilja eitthvað vera gagnrýna á? Nei, ég meina, auðvitað, það er ekki allt fullkomið, hvergi í heiminn. Og þeir eru bara 99% eru þeir frábæri, jú, kemur eitt og eitt atvik. En við þurfum alla að fara að gera eitthvað vesinn og leiðind út úr því. Það er bara rátt. Já, ég til dæmis heyrði eitthvað atvik hérna í einu leiknum og þá voru þeir bara svona dálítið teknir, ekkert á teppi, bara að tala við þau góðu og þeir bara voru sammála því, báðust afsökunar á því og ákveða að bæta sitt ráð. Er þetta ekki meira þannig með unga flotta gaura, bara svona, ég meina leiðbeina þeim kannski meira í staðis að vera alltaf neikvæðir og eitthvað? Ég er kannski ekki besti maður til að síða þá til. Ég hef nú átt verið svona stundum valjóttur, en ég heldur meina nú ekki neitt illt með neinu. Þeir vilja öllum gott. Þetta er bara eitt þá, þeir eru bara frábærir. Já. Og er þið mjög leiðilegt ef eitthvað neikvæðis raus í einhverjum yrði til þess að þeir myndi bara hætta að nenna þessu? Það er þið mjög svekkjandi. En þeir eru ekkert að fara að leyfa því að gerast. Þetta eru bara alvöru gaurar og með alvöru passion. Já, nákvæmlega. Herðu, og það er dálítil pása núna í liðinu, hvað, 10 dagar, 12 dagar í næsta leik? Já, það er einhverjir, ég held að sé einhverjir 9 dagar í næsta leik. Já, voru þessi komið þér, já. Já. Og þá er liðið að mæta þínum gömlu félögum. Þú gerði Garðar frægan með Þór Akureyrar á sínu tíma. Ég veit ekki hvernig ég gerði Garðar frægan, en ég spilaði þar. Þú spilaði þar og settir einhver mörk. Einhver mörk, já, ég þykir vænt Þór. Já. Við höfum fengið góða sendinga frá Þórsurum. Óðinn Arberg Óðinn hérna og Orri Freyr Hjaltalín. Óðinn Árna já. Og Orri og Andri og Jói Þórans. Við höfum fengið helling frá Þór. Og gaman að því að menn eins og Orri og Óðinn, þeir sáu ljósið og vildu bara endilega búa í Grindavík þar sem að sólin skín alltaf skært, er það ekki? Það er bara þannig. Þetta er bara staðalbúnar í Grindavík að vera með sólgrillu. Það er bara þannig. Leifur, gaman að taka púlsinn á þessu og þú bara heldur áfram að standa þína plikt.